Það er óhætt að segja það að í janúarmánuði 1973 þá hafi verið spennandi tímar framöndir hjá mér. Þetta var mánuðurinn sem ég var 17 ára og afi minn Gísli Jónsson Arnarhóli yfir 90 ára. Þannig að lífið var einspenna frá upphafi ársins og afmælisdagurinn minn 21. janúar var upp á sundag. Og það viðrað nú svona hálfilla og á mánudagsmorgninum var próf í Gagnfræðaskólanum sem ég fór í og ég man þegar ég hljóp úr prófinu og beint mér á lögreglustöð til þess að hitta Guðmund Guðmundsson ökukennara þá var náttúrulega kolbrjálaveður. Það var reynda rúmlega það var bara snar vitlaust veður, rók og rigning og þarna sest ég inn í bílinn ásamt Adda Bald sem var prófkennarinn eða prófstjóri og við ókum á stað og fljótlega lá leiðin upp á flugvöll og suður fyrir Helgafell og austur á Haugasvæði sem kallað var og ég man það þegar við vorum komnir efst þarna bak við fellið að þá tók svo harkalega í bílinn. Vindurinn var svo svakalegur að ég man að Addi Bald sagði hvaða vitleysa var að láta drengi vera að keyra hérna upp á eyju og maður sá yfir hafið og sjóinn og undir fjöllin og þetta var mikið mist út af sjóroki og svo keyrði ég niður Haugasvæðið og niður á Kirkjubæjum og austurveginn og það var náttúrulega í síðasta skipti sem ég kom heim að Kirkjubæjum þar sem ég hafði borið moggann í mörg ár sem pegi og ég og Jói Laufás vorum oft í kapp hver var fljótari að brjóta moggann. Þannig að það var mjög einkennilegt að vakna svo nóttina eftir að hafa átt fyrsta daginn með bílpróf í Vestmannaeyjum 22. janúar. Hafði fengið prófið rétt fyrir lokun, skrifstofuna hjá Hreimóði. En það voru fáir á rústunum kvöldið, það var það leiðilegt. Þannig að ég fór snemma að sofa og Elías bróðir svaf hjá mér, kjallaranum, eða neðra þeim í Grænuhlíðinni. Og við erum náttúrulega kannski rúmlega rétt nýsofnaðir þegar það bankaði á gluggann og það rifur glugginn hjá mér og þá var það Alexander Alvi Eiríks sem var nágranni minn sem var Hjördís á stöðinni og bjó hann austur á Grænuhlíðinni og hann er að ræsa mig og ég verð náttúrulega á viðskotleðilegri við því og hann segir að það sé komið gos og þegar ég sný mér svona við í rúmunu og horf út um gluggann þá sá ég yfir í húsið á Berta bílstjórar, Berta á Kirkjubæ sem átti heima hinum með Grænuhlíðinni. Það sá maður hvernig logarnir spegluðust í glugganum, stofuglugganum hjá honum. Þá rauk ég upp á loft og inn í svefnherbergi hjá mömmu og pappa þar sem þau voru alltaf steinsofandi og stend svona við gluggakistuna og horfi upp á austurveginn og sé þegar Bellidal í Kirkjubæjum er að koma labbandi fram hjá Háagarði, Vilborgarstöðum á Háagarði og ég segi mömmu og pappa það komið gos og þau spretta svona bæði upp og þetta var náttúrulega tilkomið mikið og ég veit ekki hvernig manni leið af því þetta var svo fjarstæðukennt að sjá bara Háagarð og eldsúluna standa upp úr honum og Vilborgarstaði og foreldrar mínir náttúrulega lamaðir. Ég veit ekki eins og hvort það var ótta eða hvort það hefði ekki bara verið að undrun eins og ég sjálfur. Nema það auðvitað við vorum 5 manna fjölskylda og Óskar Pétur bróðir minn og Elías og hann var bara smá pegi fæddur 1967 og bara eitthvað 6 ára gamall. Nei, hvað var hann gamall? Jú, 6 ára. Ég er 17 ára og Óskar Pétur 15. Og við fórum út í kortýruna hjá pappa og eftir að hafa eitthvað kíkt á þetta þá förum við beint inn til Saló með frænku, Saló sem átti heima út á Heiðavegi. Hún Salóme var systur ömmu Snakkolti og hjá henni bjó langgjafi minn og pabbi hennar, Gísli Jónsson Arnarhóli. En hann var níraður 23. janúar 1973. Hann var fæddur fyrsta sunnudagi þorra árið 1883 í Fíflholti í vestra Fíflholti í Landeyjum
og fyrsti sundari Þorra árið 1883 hitti upp á 23. janúar. Þannig að afi var að fagna afmælinu sínu og við höfðum verið alla þriðjudaginn að undirbúa þetta afmæli, eða við, konurnar í fjölskyldunni, mamma og Saló og amma og Rut og Stína og Jóna og Faxastík 2B og allir sem ekki gátu valdið þetta að baka og smyrja brauðtertur og kjallarinn hjá Saló var bara fullur af bakkelsi og hafði nóttina þegar við komum og afi að bara ræsa afa þá neitaði að trúa því að það væri gos. Hann sagði að trúlega væri bara búið að kveikja í hlöðuna á Kirkjubæjum eitthvað svoleiðis, þetta væri náttúrulega bara þvæla. Þannig að það var ákveðið að fara með þann gamla í bíltúr á kortýrunni og við fórum í Óskar Pétur og pabbi og afi og fórum á Faxastíg 2B og sóttum Óskar frænda, Óskar í Bettel, Óskar bróðir, og keyrum austur á Nýjabæjarbraut og hann upp undir hjá Gísla Eyjólfssyni eða Eyjóli Gíslasyni, fermingarbróður mínum og hann upp í Hverfi og þar sem við sáum náttúrulega verið við túninn í Kirkjubæ, þar sem við sáum hvernig gos sprungan lá úr Helgafellinu og út í sjó og það var komin á það töluvert mikill bakki af hrauni, svona að mynda svona mikill garður inn á túnni fyrir austan Pétur og hann upp undir í slægjuna sem Toppi var með tún. Og þarna voru hestarnir hlaupandi fram og tilbaka og ég hafði náttúrulega svolítið gripsviti á hestum á þessum tíma. Ég hafði verið í sveita sem var mikið hesta í Steinum undir Eyjafjöllum og hestarnir höfðu sig alveg eins og hestar gera í stroki. Þeir hlupu fram og tilbaka, upp og niður með hraunkantinum og ég hef oft ímyndað mér það, eða hugsað það að hvort að ég raunverulega sá það þegar að hesturinn sem hljóp upp í hraunið hafi gert það þarna þegar við vorum þarna eða hvort það hefur verið seinna, en það er bara búið að tala þetta svo oft við mig og maður svo oft viðstaddur umræður þetta að kannski bara finnst mér ég hafa séð það. Og ég held að sé margt í kringum gosi sem að manni finnst að maður hafi upplifað vegna þess að það er bara búið að tala svo mikið það. Og ég held að við Vestmanningar eigum þetta sameiginlegt að þó við höfum ekki séð þetta allt saman þá upplifum við þetta allt saman. Í einhverju mynd er þetta atburðurinn okkar allra sem við áttum og þurftum að eiga við og díla við og sumir náðu aldrei að klára það. Nema þarna nóttina þegar afi var búinn að sannfærast það að það væri komið gos, að þá förum við tilbaka og ég man á bakaleiðinni að þá segir Óskar frændi við okkur að hann ætlaði að segja okkur draum sem hann hafði dreymt nýlega. Og við mættum alls ekki segja konunum það vegna þess að þær myndu verða hræddar en draumurinn var semst frá að Óskar frændi hafði dreymt það að hann hafði dreymt sem sagt Landakirkju og það var svona einhvern veginn allt svona svart í kringum hana og flaggstöngin vestan í kirkjuna að það hafði íslenski fáninn verið dreginn í hálfa stöng á húni. Og Óskar taldi að það nóttina væri draumurinn hans að rætast og þetta leit ekki vel út. Þannig að á sama tíma og kannski flestallir Vestmanningar voru kannski að halda það að þetta gos myndi nú standa yfir bara einhverja klukkutíma og verða kannski búið bara hádegi að þá upplýsi Óskar okkur þennan draum. Þannig að við fórum aftur vestur á Heiðaveg til Salóme frænku og það var að byrja að tjókast við að gamla að koma honum upp á land en hann harðneitaði því og maður fór að heyra sögur hérna nóttina strax að fólki sem hefði bara viljað kalla slökkvilið til að dreipa í gosinu. Fólk fær alls konar svona hugmyndir, fyrir sér allt einhvern svona fjarstæðukennt og viðbrögð fólks verða líka fjarstæðukennt og svona óeðlileg og ég held að sé mjög mikilvægt til okkur að reyna að halda svolítið í gleðina og svona sögurnar sem að líka voru svona skrýtnar og þegar lengra frá leið og þá gat maður alveg skemmtilegir að því sem að fólk hafði sagt og lent í og sem að var auðvitað bara einhver angist sem að fólk réði ekki við. Við fórum hérna fyrir rest. Ég hafði náttúrulega
reyndar harmleika að fara upp á land, vildi bara vera hér í einhverju ævintýri og taka þátt í því. Var alltaf ungur maður og taldi mikið að gert ýmislegt. En það var náttúrulega ekki við það komandi og við fjölskyldan, við fórum með borð í Ísleif á þeim 63 og ég man hvað það var tilkomið mikið að sigla út úr höfninni. Það var strax komið svona hiti í sjóinn og þegar við komum út fyrir garðana og það var kvika í sjónum og við stóðum og auðvitað á dekki, aðalega karlmenn og yngra fólkið og það var auðvitað stórkostlegt að horfa á þetta sjónarspil sem var eiga sér stað á æskuslóðum hans og maður horfið á eiguna sína og maður hugsaði kannski, eða kannski hugsaði ekki, maður hugsaði alltaf eftir á að væntanlega það hefur haft mikla efasemdir það að maður kæmi nokkurn tímann aftur tilbaka og hvernig yrði þetta og hvað sem myndi maður sjá en maður samt einhvern veginn naut þess að horfa á þessa ótrúlegu einkennilegu fegurð sem var auðvitað engin fegurð í huga manns en þetta var náttúrulega stórbrotið að sjá hérna sprunguna vaða út í sjó og krauma þar langt út úr ströndina þar sem við peyjarnir verið að leika okkur í klöppunum í gamla daga. Eða gamla daga, bara fyrir nokkrum árum. Þetta var leikvöllurinn okkar, túnin, þar sem fótboltavellinni voru og þarna áttum við minningarnar og það alveg merkilegt að núna ennþá 50 árum síðar þegar maður kemur hingað og maður keyrir svæðið þá maður enn að velta fyrir sig hvar fótboltavellurinn? Hvar eru klappirnar? Hvar vorum við? Hvað var afapollur? Manni finnst einhvern veginn þegar maður kemur þetta getur ekki verið farið. En auðvitað hvarf þetta allt svona. Og við sigldum til Þorlákshafnar nóttina eins og allir hinir bátarnir og það var þetta bullandi veltingur í miklum öldugangi þó að vindinn hafði nú lægt og veðrið auðvitað gengið niður. En það var ansi mikill veltingur og mikið sjóveiki borð. Ég hafði það svona auðvitað þokkalegt. Ég hafði komið fyrir mér í skorsteinshúsinu á Ísleifi og satt þar á keðjuhauk alla nóttina eða alla leiðina allavega í Þorlákshöfn. Og þegar við komum þar inn að bryggju þá hafði maður séð svona fjarlæg svona strætisvagnar breiðurnar sem voru að koma keyrandi yfir Þrengslin niður í Þorlákshöfn. Og þeir fluttu okkur í bæinn og ég man að við fórum inn í Laugarnesskóla og þar fórum við svona inn á sal og þar var að skrá fólki sem var að koma og skrá okkur öll. Og þá var það sem ég sá þetta nemendur skóla sem voru svona einhverju pallar og svalir einhverju kringum innan svona salinn og þarna sé ég unga fólkið, jafnaldra mína á öllum hæðum, mæna á okkur flóttamennina og það var þá sem ég áttaði á því. Ég var í úlpu og ég var með svona skrín á mér sem var grafið á Ásmundur, skrín sem afi minn hafði átt og var svona kjörgripur í mínum huga. Var með hann í vasanum, en ég var líka í stífilum. Og mér þótti það alveg svakalegt. Það voru allir nemendur skólans að horfa á okkur og ég í stífilum. Guð minn almáttugur. 17 ára gamall, nýkominn bílpróf, mætum á landi í stífilum. Svona var einhvern veginn hégóminn, Maður var að flýja heimili sitt, en einhvern veginn stærsta vandamála voru stífilið sem var í. Og þetta svo skrítið að hugsa það að þegar Grindvíkingar svo að gangi í gegnum þetta sama fen sem maður sér einhvern veginn ekki út á köflum, að þá fólk fara að upplifa svona slíka hluti, þegar fólk fekk að fara heim til sín í takmarkaðan tíma í Grindavík, kannski 15-20 mínútur í húsið og öll verðmætin voru heima, allar myndirnar og allt sem við áttu og svo kom að hlaupað út í bílinn í korter og það bara tekið þvottalegi með sér. Og það auðvitað þannig að þetta hafði mikil áhrif á okkur og ég hef sagt frá því að þegar foreldrar mínir mistu húsið sitt kringum 25. mars 1973 og heimilið okkar fór undir hraun, þá átti móðir mín trúlega ekki hvaða dag þessu lífi eftir það. Og þar var
plástur yfir að sári sem að gró aldrei. Og hennar líf, það svona á löngum tíma fjaraði mikið fyrr út en annars hefði gert og gleðin hvarf úr lífinu. Og ég held að það hafi nú verið mjög marga Vestmanninga og sérstaklega kannski konur sem að horfðu upp á heimili sín hverfa og þær voru einar langdögum saman, eigi verið undir á sjó og það báru ábyrgð á öllu, ekki bara heimili og börnum heldur líka bara öllum þessum bótum og þessum fargari sem var að snúast í kringum þetta og þessum vanda sem við stóðum frammi fyrir. Það var svona ógnandi fyrir fram að þess og ég held að við þurfum að varast það mjög ítrekkað og að Grindvíkingar lendi ekki í sömu súpu við með þetta, að þetta sé ekki að eitthvað hátt skráð eða tekið saman og síðan kannski eftir 20-30 ár þá verið talað við aftur við fólk og Grindavík til að átta sig á því hvernig það fór út úr þessu vegna þess að þetta falinn endur og mín gamla vinnustæði í Alþingi þá tók ég þetta mál nokkuð sem upp í velferðinni þingsins og það bara mjög mikilvægt að þessu máli sé gríðarlega mikið gaumur gefið vegna þess að það ekkert verðmætari en heilsan og það geðheilsan ekki síst. Því kringum hann þetta mikið heimilismál og við þurfum að taka þessi mál með föstum tökum. En það auðvitað gríðarlegt verðmæti og ótrúlega gleði samt að hafa fengið að lifa þennan tíma. Það mikil lífsreynsla að hafa verið 17 ára gamall, verið ræstur miðja nótt og flýja heimili sitt eins og ég gerði og fara í heimilistaskóla upp á land. Og það var þannig við mig að ég átti aldrei aftur eftir að eiga heima. Ég kunni nú alltaf bara að hella upp á kaffi þegar ég var 17 ára. Mamma hafði eiginlega reyma skóla mín alveg fram að þennan dag. Þannig að maður fer úr bómull út í lífið og þurfti að takast á við það og það var mikill skóli og það tók örugglega á mann líka. Vináttan og kunningjarnir þeir fóru eitthvað annað og það var ekki til siðs að vera að hringja langsíma símtöl og bestu vinirnir, einn minn besta vin sá ég ekki í 4 ár eftir gosið. Þannig að þetta var oft mjög skrítið og maður velti fyrir sér hvað ekkert gosið komið. Hvar hefði Sigga verið þá, Friðrik og María og Ása og Erla og Magnús og hvernig hefði þetta allt farið? Þetta svona spurningar sem maður enn þann dag í dag að velta fyrir sér, svona annars slagið. En það sýnir mér og okkur bara hvað við eigum verðmætar minningar, hvað lífið skiptir okkur miklu máli, að við skráum það og hugsum það eins og Vestmanningar hafa gert og þetta er mikilvægt fyrirmyndar að halda þessu til haga. Við skulum halda því áfram. Hér gott samfélag, hér gott að búa, hér hátt menntunarstig, góða afkoma og ég vona að Vestmannaeyjar og Vestmannaeyingar eigi til að unna hag sínum til allrar framtíðar á þessari fallegu vegi. Takk fyrir mig.